gott kvöld, kæru vinir, og verið velkomin til guðsþjónustu hér í Lindakirkju á þessu fallega kvöldi. Ekki öll kvöld falleg, þetta ekki bara hugarástand, sama hvernig veðrið úti. Það líf og fjör hérna í kirkjunum þessa mundir, enda eru fermingarnar í gangi, 2 í gær, 1 í dag, og að því sögðu þá helgihaldið með svolítið óhefbundnu sniði hjá okkur, en við erum það heppin að við erum með unglinga gospelkórinn með okkur í kvöld og þær ætla að leiða tónlistina hérna. Svo þetta eru bara gríðarlega mikil forréttindi að hafa ykkur. Takk fyrir að vera með okkur. Og það eru þetta Áslaug Helga og Hjördís Anna kórstjórar sem að leiða kórinn með Óskar Einarsson á flíklinum. En sjálfur ég Danni. En við hvet ykkur til þess að taka undir í söng og svörum. Textarnir birtast hérna upp á skjánum. Og þið sem eru í streyminu að horfa á, þá vil ég bara nefna að ég hugsa til ykkar, það svo gott að vita af ykkur sem eru hér inni hérna, það svo góður andinn í Lindakirkju og hér eigum við öruggt skjól þegar það svona óveður úti. Það hafi kannski einhver tekið eftir þrumuverðinu sem að var, kannski voru einhver í sundi og verið rekin upp úr, ég las að það hefði gerst við einhverja, en hér höfum við öruggt skjól og verið öll velkomin og ég vona við getum öll notið að eiga góða stund hérna saman í kvöld. En vers vikunar, það úr Jóhannesar Guðspjalli, 7. kafla. Þar stendur: Ég hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu. Og brauðið líkami minn sem ég gef heiminum til lífs. Amen. Já, þá skulum við helga okkur Guði með signingu og bæninni vertu Guð Faðir. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiðir mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Þó
Drottin miskunna þú oss. Drottin miskunna þú oss. Kristur miskunna þú oss. Kristur miskunna þú oss. Drottin miskunna þú oss. Drottin miskunna þú oss. Alveg dásamlegt. Ritningalestra dagsins fjalla brauð og þjónustu. Við fáum að heyra svolítið eftir hvernig þetta tengist, en við erum það heppin að það eru kórmeðlimir úr Unglinga gospelkórnum sem ætla að lesa ritningalestrana, og milli fyrri og síðari ritningalesturs munu þær syngja lagið Það þarf fólk eins og þig, og eftir seinni ritningalestur munu þau syngja vögguvísu. Gjörðu svo vel.
Taktu það inn, skiptu batteri. Taktu hinn mækin. Við notum þennan. Fyrri reikningalesturinn úr 5. Mósebók. Hafði hugfast hvernig Drottinn, Guð þinn, leiddi alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni. Hann gerði það til að beygja og reyna þig, til þess að komast að raun hvað þú hafðir í huga, hvort þú hygðist halda boðorð hans. Hann auðmýkti þig með hungri en gaf þér síðan manna að eta, sem að hvorki þú né forfeður þínir þekktu. Hann vildi gera þér ljóst að maðurinn lifir ekki á einu saman brauði, heldur hverju því sem framgengur af munni Drottins. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Rétturinn úr Rómverjabréfinu. Réttlætt af trú höfum því frið við Guð sakir Drottins vors Jesú Krist. Hann hefur veitt okkur aðgang að þeirri náð sem við lifum í og við fögnum í voninu dýrð Guðs. En ekki aðeins það. Við fögnum líka í þrengingum þar að við vitum að þrengingin veitir þolgæði, en þolgæði gerir mann fullreyndan og fullreyndur á vonina. Og vonin bregst okkur ekki, því að kærleikur Guðs hefur streymt inn í hjörtu okkar með heilugum anda sem okkur gefinn. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Prís sé þér, Drottinn.
Nú með að þau sem eiga auðvelt með rísa á fætur við heyrum heilagt Guðspjall sem ritað af Guðspjallamanninum Jóhannes. Eftir þetta fór Jesús yfir Galileuvatn eða Tíberíasvatn. Mikill fjöldi manna fylgdu honum, því þeir sáu þau tákn hann gerði á sjúku fólki. Þá fór Jesús upp á fjallið og settist þar niður með lærisveinum sínum. Þetta var laust fyrir páskahátíð gyðinga. Jesús leit upp og sá að mikill mannfjöldi kom til hans. Hann segir þá við Filippus: hvar eigum við að kaupa brauð svo að þessir menn fái mat? En þetta sagði hann til að reyna hann, því hann vissi sjálfur hvað hann ætlaði að gera. Filippus svaraði honum: brauð fyrir 200 denara nægðu þeim ekki, svo að hver fengi lítið eitt. Annar lærisveinninn hans, Andrés, bróðir Símonar Péturs, segir þá við hann: hér piltur sem með 5 byggbrauð og 2 fiska, en hvað það handa svo mörgum? Jesús sagði: látið fólkið setjast niður. Þarna var gras mikið. Menn settust nú niður 5.000 karlmenn að tölu. Nú tók Jesús brauðin, gerði þakkir og skipti þeim út til þeirra sem þar sátu, og eins af fiskunum, svo mikið sem þeir vildu. Þegar fólkið var orðið mett, segir Jesús við lærisveina sína: safnið saman leifunum svo ekkert spillist. Þeir söfnuðu þeim saman og fylltu 12 körfur með leifum byggbrauðanna 5, sem afgengu hjá þeim neitt höfðu. Þegar menn sáu táknið sem hann gerði, sögðu þeir: þessi maður sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Jesús vissi nú að þeir myndu koma og taka hann með valdi
til að gera hann að konungi og vék því aftur upp til fjallsins einn síns liðs. Já, þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Við skulum játa saman trú okkar. Trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vor, sem getinn af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Hér í salnum ekki bara unga stúlkur í gospelkórnum sem að syngja svo yndislega fallega, heldur ein stúlka sem ætlar að syngja núna fyrir okkur, sem að var í Lindaskóla og fermdist sér fyrir nokkrum árum. Mamma hennar, Kristín Birna, hefur sungið inn í Kórlindikirkju og oft hér við athafnir, bæði, þetta kemur hún upp, bæði hérna með kórnum og alls konar jazz viðburðum á eldri borgarstarfi. Þetta dóttir hennar, heitir Klara Blöndal og hún vann söngvakeppnina í FB, ekki rétt hjá mér. Og hún að fara að syngja í sjónvarpinu í beinni útsetningu í apríl frá Háskólabíói og ætlar að fá að syngja fyrir ykkur hér í kvöld og fá að æfa sig aðeins fyrir framann fólk, ekki það hún er vön því, en hún ætlar að syngja Mariah Carey lag sem heitir My All og það heitir á íslensku Dreyma þig og ég held að þessi Sofía frænka hennar sem að gerði textan. Klara Blöndal, gjörðu svo vel. Hugsar þú mig? Ég vild að svarið kæmi fljótt. Ég andvaka, vil bara sofa og dreyma þig. Ég gæfi allt að eiga þessa nótt með þér. Því þúsundfalt og meira á ég í hjarta mér og ég vona þú dreymir dansinn sem við eigum tvö. Ég gæfi allt að dreyma þig. Ég Ég sé þig ganga hægt til mín, því ég stýri draumnum. Þessi litla stund hugarsýn, en svo hverfur allt, bergið hrímkalt, það enginn hér. Ég gæfi þessa nótt með þér, því þúsundfalt og meira á ég í hjarta mér og ég vona þú dreymir dansinn sem við eigum tvö.
að dreyma þig. Takk kærlega fyrir þetta, Klara. Þetta var glæsilegt hjá þér og gangi þér vel. Við höfum öll full að trúa þér hérna. Já, náð sé með ykkur og friður. Í textunum sem voru lesnir svona fallega fyrir okkur hér áðan, þá var mikið talað brauð. Og okkur á að vera ljóst að við lifum ekki bara á brauðinu einu saman. Við þurfum okkar andlegu næringu líka. Og það er margt sem við getum gert til að huga henni, komið í kirkju, hitt fjölskyldu og vini. En brauðið sem hér tákn fyrir líkamlegu næringu auðvitað líka mikilvægt. Já, það í rauninni lífsnauðsynlegt. Og það ekki gert lítið úr líkamlegu þörfunum okkar í Biblíunni og mér finnst mikilvægt að nefna það. Og mér þykir voðalega vænt Guðspjall dagsins, það þegar Jesús mettar mannfjöldan. Og mér langar að segja ykkur frá einu tilfelli þar sem ég tók það fyrir. Og það var áður en ég hóf störf hérna í Lindakirkju. Þá vann ég í Fossvogs prestakalli, Bústaðakirkju og Grensáskirkju. Og stuttu eftir COVID-tímabilið þá flutti biskupsstofa inn til okkar í Grensáskirkju. Svo biskupinn var bara rétt hinum megin við vegginn hjá okkur. Og ég verð að segja það, það getur verið svolítið áhættusamt að deila húsnæði með biskup. Einu sinni mætti ég í vinnuna og þá tók Kristín kirkjuvörður á móti mér og sagði, Danni, biskupinn að leika þér. Og ég hugsaði, já, þetta geti farið á báða vegu. Ég hafði bókstaflega í messunni sunnudeginum á undan, hafði ég tónað í fyrsta sinn og hugsaði, já, ok, þetta var svo hræðilegt, þetta strax búið að koma kvörtun á borð biskups og nú að fara að skamma mig. Ég get allavega orðað þannig að þið eru voða heppin og þurfi ekki að hlusta á mig tóna hérna í Lindakirkju. Hvað þá syngja Mariah Carey eða eitthvað álíka. En þegar ég mætti á skrifstofu biskups, þá var ég ekki skammaður. Ég hef ennþá ekki verið skammaður á biskup, gerist kannski einhvern tímann. En ég fékk það spennandi verkefni að leiða biblíulestur á presta- og djáknastefnu, stefna sem að flestir prestar og djáknar landsins koma saman til að ræða kirkjuleg og guðfræðileg málefni. Og í biblíulestri valinn einn reikningalestur og sá sem leiðir talar út frá honum. Og ég segi spennandi verkefni en ég á auðvitað líka við mjög stressandi verkefni af því að ég var að fara að halda erindi fyrir flesta presta og djákna landsins og á þessu tímabili var ég mjög reynslu lítill prestur. Ég var bókstaflega næst nýjasti prestur landsins á þessu tímabili. Svo þetta var mjög stressandi fyrir mig en auðvitað segi ég ekki nei við biskup. Svo ég tek þetta að mér. Og Agnes biskup sem að bað mig að gera þetta gaf mér í rauninni bara eitt orð til að vinna út frá og það var orðið þjónandi byggt á þetta á slagorðin kirkjunar biðjandi, boðandi, þjónandi. Hún sagði bara, þú mátt tala hvað sem þú vilt og velja þann texta sem þú vilt. Svo ég bara labbaði út af skrifstofunni, beint inn á mína, hugsandi þjónandi, hvað þýðir þetta fyrir okkur sem eru í kirkjunni? Og að reyna að finna biblíuteksta við hæfi og textin sem ég endaði á að velja var Guðspjallið sem var lesið hérna áðan, 7. kapli Jóhannesar Guðspjall, frásagn af því þegar Jesús mettar mannfjöldan. Þetta einn af uppáhaldstekstunum mínum í biblíunni og inniheldur einn af uppáhaldspersónunum mínum úr biblíunni líka. Og ég ekki í þetta sem að tala Jesú náttúrulega alltaf uppáhaldspersónan mín, en ég að tala piltinn sem að kemur fram í Guðspjallinu. En áður en ég tala hann, þá langar mig að nefna aðra persónu og það Andrés lærisveinn. Hvað var sá maður að hugsa? Það þurfti að fæða 5.000 manns. En Andrés, hann var ekkert að hengja sig upp á peningaupphæðir eða raunhæfar lausnir. Nei, hann hitti strák sem að bauði nesti sitt. Hlægilega lítið magn fyrir allan þennan fjölda sem þurfti að metta. Og hvað gerði Andrés? Hann fór með strákinn beint til Jesús. Þetta mesta svona þetta reddast viðhorf sem við getum fundið í biblíunni. Þetta viðhorf sem við Íslendingar erum svo stolt af.
Þetta væri bara svolítið eins og þegar var rafmagnslaust í Njarðvík á sínum tíma. Ég hefði mætt með 2 AA-batteri og hleðslukúpur Elko. Þetta hefði gert það bil sama gagn. En hvað var það sem að Andrés gerði þegar hann gerði þetta með sínu lausa og létta viðhorfi? Jú, hann upphaf þjónustu piltsins. Hér piltur sem með 5 byggbrauð og 2 fiska. En hvað það handa svo mörgum? Þetta það eina sem sagt hann. En mér svo dásalegt að hugsa hver baksagan hans gæti verið. Þetta var æfing sem okkur var kennd í Guðfræðinni. Veljið eina persónu í Guðspjallinu og hugsið hver baksaga þessa gæti verið. Og ég sé þetta fyrir mér einhvern veginn svona, að strákurinn var morguninn að horfa út á gluggann og sá fólkið sem var að streyma upp fjallið að fara að hlusta á Jesú og hann ætlaði að fara að hlaupa út og þá stoppar mamman hans. Og segir við hann, þú ferð ekki alla þessa leið án þess að hafa með þér nesti. Og strákurinn andvarpar mömmu sinni, svona eins og ungt fólk gerir þegar það orðið svolítið pirrað á foreldrum sínum. Mamma, ég þarf ekki nesti, ég að drífa mig. En mamma tekur það ekki mál. Hún útbýr nesti fyrir hann. Frekar veglegt, 5 brauð, 2 fiskar fyrir 1 strák og segir við hann, ég útbýr nóg svo ekki vera feimin við að deila með þér. Og hann tekur nestið og hleypur á stað, fer upp á fjallið og horfir agndofa á Jesús. Og Jesús að tala kærleikan og ástina og vináttu og Guð og góðmennsku og hjálpsemi og umhyggju og allt þetta sem skiptir okkur máli. Síðan tekur strákurinn eftir því, fólki kannski orðið eitthvað órólegt í kringum hann, hann sá eini sem kom með nesti og hann sér að Jesús að tala eitthvað við vini sína. Og drengurinn man það eftir orðum mömmu sínar að deila með sér og hann tekur körfuna og lappar upp að einu vini Jesú, honum Andrési, potar í hann og segir við hann, ég hérna með nesti mitt, það kannski ekki úðalega mikið en mér langar að deila með mér. Og þetta olli því að allt þetta fólk gat fengið að borða út af kraftaverki Jesús sem hann hefði ekki geta gert ef ekki hefði verið fyrir hann litla dreng. Kannski var þetta ekkert svona. Líklegast var þetta ekkert svona, þetta eitthvað sem ég að búa til í hausnum á mér. En mér finnst svo gaman að hugsa þjónustu sem einhvers konar keðju. Ímyndaða mamma pilsins, pilturinn, Andrés, Jesús, lærisveinarnir, mannfólkið. Þetta hangir allt saman. Við erum öll háð hvort öðru og við erum öll tengd og það sem við gerum skiptir máli. Og jafnvel þegar við teljum okkur vera að gera eitthvað pínu lítið góðverk, þá skiptir það máli og getur verið risastórt fyrir annað fólk í kringum okkur. Við vinnum ekki í tómarúmi. Og þjónustan sem við veitum verður bæði að taka mið að hinu andlega og hinu líkamlega. Við þurfum að sinna grunnþörfunum okkar til þess að hafa grunninn til þess að byggja andlega lífið okkar á. Jesús, hann var ekkert að hugsa sig tvisvar að hvort að ætti að gefa fólkinu að borða eða hver ætti að gefa fólkinu að borða. Hann sá að það þurfti að veita aðstoð og það þurfti að gera það strax. Og þetta köllum við í kirkjunni kærleiksþjónusta sem að við erum öll kölluð til þess að sinna. Að sjá þörfina, að deila því sem við höfum, hvort sem það er efnislegt eða andlegt, og að eiga samfélag við aðra og að eiga trú og traust. Og þetta minnir svolítið á eitt af slagorðum hjálpræðishersins sem er soap, salvation eða súpa, sápa og hjálpræði. Í þessari röð, fyrst hugsum við að líkamlegu þörfunum, síðan byggjum við upp mannlega reisn og þá höfum við grunninn til að deila hjálpræðinu. En ef að Guð í raun í brauðinu þá þetta allt hluti af okkar kristnu kærleiksþjónustu. Þegar að við gefum brauð, þegar við hugsum líkamlegar þarfir annara, þá það kærleiksvert. Og við erum alltaf að tala þetta í kirkjunni. Þetta í faðirvorinu okkar. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Matur okkur miðlægur. Og við þjónum manneskjunni sem eina heild. Efni, andi, þetta tengist allt saman. Við erum að lok dags bara svona ein stór taugarhrúga með fullt litróf af tilfinningum. Og stundum erum við bara í ruglinu. Og það þá sem að við þurfum á kærleikanum hvað mest að halda. Og við erum öll í þjónustustarfi, sama hvaða atvinnugrein við erum í. Það bara hluti af hinni mannlegu tilvist. Við erum öll þjónar og við þiggjum öll líka þjónustu.
Og ég vil ekki valda ykkur vonbrigðum með því að segja ykkur að ég ekki með einhverja töfralausn það hvernig á að veita hina fullkomnu þjónustu. Ég veit ekki hvort það á að segja það opinberlega en presturinn ekki með öll svörin. Við erum auðvitað bara öll að reyna okkar besta. Og það byggist á því að við sýnum kærleika. Að taka við fólki á þeirra forsendum en ekki okkar. Að veita hungruðum brauð, það kærleiksþjónusta. Að veita þurfandi hjálparhönd, það kærleiksþjónusta. Að veita syrgjendum opinn faðm, það kærleiksþjónusta. Við höfum svo ótrúlega margt til að bjóða upp á. Og ekki vera feimin að bjóða upp á það. Já, dýr sé Guði, Föður og Syni og heilags anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Og þá ætlum við að fá úlingakórinn aftur upp að syngja næsta lag, Ferðalok, eða Ég komin heim, eins og það einnig þekkt. Þetta lag sem að tröllreið öllu hérna árið og það var jafnvel talað að þetta ætti að vera nýi þjóðsöngurinn. Sama hvað okkur finnst það, þá þetta einstaklega fallegu söngur og ég get ekki beðið eftir að heyra úlingagospelkórinn syngja fyrir okkur. Yeah.
Já, kæru vinir, þá komið að bænastund hjá okkur. Við höfum þann háttinn á hér í Lindakirkju að við eigum öll hljóða bæn með okkur sjálfum sem við byggjum fyrir Guð. Hér fyrir aftan erum við svo með bænastandin okkar. Þar er hægt að kveikja á kerti fyrir bænaefnum eða skrifa þau á miðan og setja í raufina. Hér á 50dagsmorgnum klukkan 9 mætir svo alltaf trúfastur bænahópur sem að biður fyrir öllum bænarefnum sem okkur berast og þið eru auðvitað velkomin í þann hóp. Og þið sem eru að horfa á í streyminu eða ef ykkur detta í hug fleiri bænarefni í vikunni þá er alltaf hægt að senda bænarefni á lindakirkja@lindakirkja.is. Og á meðan þá mun kórinn syngja We Lift Our Hands og eftir þann bænasöng þá munu kórmeðlimir leiða bænastund. Gjörðu svo vel. Himneski Faðir, við komum saman í auðmýkt og þakklæti fyrir daginn í dag. Við biðjum þig að blessa okkur, leiða okkur og veita okkur styrk til að ganga í kærleika, visku og réttlæti. Gefðu okkur hugrekki til að mæta áskorunum, þolinmæði til að bíða eftir réttri stund og hjarta fullt af kærleika til að þjóna öðrum. Láttu frið þinn ríkja í lífi okkar og myndu okkur á að við erum aldrei ein, því að þú ert með okkur í hverju skrefi. Amen. Góði Guð, við viljum biðja fyrir öllum fermingabörnum sem eru játast í að hafa Jesú Krist sem leiðtoga lífsins. Viltu fylgja þeim alla ævi. Amen. Góði Guð, við þökkum þér fyrir allar blessanir lífsins, fyrir þá sem við elskum, fyrir heilsu okkar og fyrir alla þær góðu stundir sem við fáum að njóta bæði í einrúmi og með fólkin okkar.
Hjálpað okkur að finna þakklæti í því sem gott en von betrun í því slæma. Amen. Góði Guð, þakka þér fyrir enn einn daginn, fyrir ljós og kærleika í lífinu. Gef mér styrk til að mæta áskorun, þolinmæði til að bíða og hugrekki til að fylgja hjarta mínum. Fylgdu mig með friði og góðvild, svo ég geti miðlað þeim áfram til annara. Amen. Ég heiti Steinunn. Góði Guð, viltu passa upp á þau sem eiga erfitt, þau sem eru með krabbamein og eru veik. Viltu gefa þeim styrk sem eru einmana og líða illa. Ekkert barn á þurfa að ganga í gegnum stríðsástand, hungur og heimilisleysi. Viltu vernda þau börn sem þurfa að lifa við það. Amen. Hæ, ég heiti Ísól. Góði Guð, að meðan margir í kringum mig syrgja og þú blessar þau og huggar, viltu hjálpa okkur hinum að sýna umhyggju og stuðning. Það hafa því miður 3 krakkar í kringum mig misst foreldra út af krabbameina á stuttum tíma. Hjálpaðu okkur að vera þeim ljós í myrkrinu, sýna þeim kærleika, skilning og styrk. Gefðu okkur visku til að stilla þau á rétta háttinn og minna þau á að þau eru ekki ein. Amen.
Elsku Drottinn, við vitum að þú heyrir allar okkar bænir. Við vitum að þú ert með okkur í öllum erfiðleikum og alltaf þegar á móti blæs. Við vitum að þú ert líka með okkur í gleði og ánægju stundum. Já, takk fyrir það að vera alltaf hjá okkur. Allar okkar bænir, hvort sem við segjum þær uppátt eða í hljóði, leggjum við í þínar hendur og segjum saman bænina sem að Jesús gaf okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem mér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsar oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og nú með að þau sem eiga auðvelt með rísa á fætur, við þykjum blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guð sem skapar, frelsar og huggar. Amen. Og það er all time. Gospelsirpan. Takk kærlega fyrir þetta. Já, ég er fullur af þakklæti í kvöld til byrja því að þakka unglingagospelkórnum kærlega fyrir. Takk fyrir að vera með okkur. Takk fyrir alla þá gleði sem að þið veitu okkur hvert einasta skipti sem þið eru hjá okkur. Það er dásamlegt að hafa ykkur. Eins og ég segi það bara aftur, það eru forréttindi. Og þakka kórstjóranum auðvitað kærlega fyrir. Óskar, takk fyrir. Klara, aftur, takk kærlega fyrir. Svo eru auðvitað
Hún opnað nú að sjá hérna María, hún hérna kirkjuhöfður í dag, við erum líka að þakka henni kærlega fyrir, svo það auðvitað hann Björn Ingi, hann hérna uppi, hann sér með tæknimálin, hann sér til þess að það heyrist í mér og heyrist í kólnum og þetta hérna lýsist allt upp og í beinu streymi og það fullt af fólki sem kemur að einni svona stund. Við erum öll með okkar hæfileika og okkar sviðum, það bara að finna hvað hentar okkur og deila því með öðrum. Verið alltaf velkomin í Lindakirkju. Næsta sunnudag, þá nú svolítið öðruvísi prógram, þá bjöllukór, það ekki, Óskar? Frá Þýskalandi. Frá Þýskalandi. Hvet ykkur að koma. Það verður líklega ekki sendt út. Þetta flókið, þeir eru svo mörg á sviðinu og það verður stórkostleg upplifun. Básúnuleikur og bjöllur. Frábært. Þá verðið þið að mæta til að sjá þetta, svo þetta bara hvati. En við endum á þessum orðum, förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Jesus